Almannaöryggi ógnað með starfsemi klúbba á borð við Vítisengla, segir yfirlögregluþjónn. Starfsemi þeirra hafi færst í aukana. Ný fyrirhuguð landtökubyggð Ísraelsmanna á Vesturbakkanum gæti gert sjálfstæði Palestínu ómögulegt. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna gagnrýndi stuðning annarra ríkja við sjálfstæði landsins í heimsókn til Ísraels í dag. Hátt í 50 mál sem tengjast stafrænu ofbeldi hafa verið tilkynnt til lögreglu það sem af ári. Talskona Stígamóta segir þörf á lagabreytingu til að vernda þolendur. Símafyrirtækin eru byrjuð að loka eldri farsímakerfum og fullorðin hjón í Hornafirði segjast orðin sambandslaus í bústaðnum. Skagfirðingar óttast að samband versni þegar 3G hverfur fyrir áramót. Og aðalleikari sjónvarpsþáttanna Adolescence varð í gærkvöld yngsti karlleikarinn til að fá Emmy-verðlaun. Pólitísk skilaboð voru send á hátíðinni. Gott kvöld. Yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra segir að almenningi stafi ógn af starfsemi Vítisengla. Viðamiklar aðgerðir lögreglu helgina hafi meðal annars byggt á upplýsingum frá útlöndum. Lögreglan var með mikinn viðbúnað í Kópavogi helgina vegna samkvæmis sem Hells Angels eða Vítisenglar voru með og var lýst sem vinaheitingi. Aðstoðarlögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins sagði tíma kominn til að hætta sykurhúða þessa starfsemi. Klúbbinu snerist ekki fjölskyldufeður sem hefðu gaman af að keyra mótorhjól. Starfsemin hefði færst í aukana og yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra tekur undir það. Þau voru skeið svona lítið ábyrrandi en það virðist heldur hafa verið að aukast og það kannski eitthvað sem við höfum áhyggjur af og kannski skýrir það af hverju lögregla að stíga aðeins meira inn í það heldur en hefur verið. Hvernig lýsa þessu auknu umsvif sér? Málið það að þú starfar ekki undir þessum merkjum nema þú sért með ákveðna starfsemi sem hefur alltaf fylgt þeim eða í mjög langan tíma. Það ákveðin skipuleg brotastarfsemi með ýmsum hættum, fíkniefna, viðskipti, ofbeldisverk og fleira. Og við þurfum ekki að fara lengra heldur en bara horfa til Norðurlandana í því samhengi. Það þá þannig að starfsemin með einhverjum hætti mun alltaf birtast þannig. Karl Steinar segir mikið og náið samstarfi við lögreglu erlendis þar sem margir dómar hafa fallið í málum sem tengjast félagsskapnum. Ekki sé vita nákvæmlega hversu margir félagarnir eru hér en að minnstakosti einhverjir tugur. Fyrir utan Vítisengla þá hafa nöfn eins og Bandidos og Outlaws einnig verið nefnd. Já, við teljum að allir þessi 3 hópar séu með einhverjum hætti starfættir á Íslandi núna. Aðgerðir lögreglunar voru meðal annars byggðar á vitneskju greiningadeildar og upplýsingum erlendis frá og telur Karl Steinar að þær hafi verið í samræmi við tilefnið. Við teljum að sú starfsemi sem hefur einkennst þessara klúbba í gegnum tíðina að hún sé með þeim hætti að almannaöryggi sé ógnað. Út í heim, Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, fundaði með Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í Jerúsalem í dag. Netanyahu sagði heimsóknina skýrt dæmi stuðning Bandaríkjanna við Ísrael og hrósaði Donald Trump Bandaríkjaforseta fyrir stuðning við sig. Rubio sagði Bandaríkjamenn staðfasta í stuðningi sínum við aðgerðir Ísraelsmanna á Gaza. Fólkið þar ætti betri framtíð skilið en það gæti ekki gerst fyrir en Hamas-samtökin yrðu upprætt. Þá gagnrýndi hann stuðning nokkurra Evrópuríkja við sjálfstætt ríki Palestínu. First of all, they're largely being done because of their own domestic politics. Second of all, they're largely symbolic. They have really no impact whatsoever in bringing us any closer to a Palestinian state. The only impact they actually have is it makes Hamas feel more emboldened. We're not bringing down those towers to intimidate people. Those towers are serving as Hamas strongholds. But what we're doing is we're telling the population, because we're going to take over and destroy Hamas stronghold, they're one of the last 2 strongholds and the most important one that Hamas has left in the Gaza Strip. Nú, Hallgrímur, það var ekki bara þetta sem að þeir Rubio og Netanyahu ræddu í dag það? Nei, og kannski það sem bar hæst þar þessi árás Ísraelsmanna á Hamas-leiðtoga í Doha í Katar sem vakti töluverða athygli. Netanyahu sagði að þeir hefðu ákveðið sjálfir að gera þessa árás og því að það ætti ekki að gefa, eins og hann orðaði þetta, hryðjuverkamönnum
neina friðhelgi. Rubio tjáði sig nú svo sem lítið þessa árás en sagði að lagði samt áherslu á að Katar hefði ennþá hlutverk í að miðla málum, reyna að koma á vopnahléi á milli Ísraelsmanna og Gaza. Reyndar eftir þennan fund kom svo fram að Rubio væri á leið til Katar á morgun til þess að ræða við leiðtoga þar. En emirinn í Katar sem heitir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, hann sagði á fundi Araba og Múslimaríkja í dag að þessi árás hefði einungis haft þann tilgang að koma þessum friðar- og vopnahlésviðræðum bara út af sporinu. En árásir Ísraelshers, þær heldur bara áfram í dag eins og aðra daga, bæði á Gaza og víðar? Já, ef við tökum Gaza fyrst, þá var enn eitt háhýsið sprengt í Gazaborg í dag. Þessar sprengingar hafa orðið til þess að 100.000 manns hafa þurft að flýja borgina samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Margir sem eru þar geta reyndar ekkert flúið neitt, þannig að þetta er ennþá svona alvarleg staða. Það eru hins vegar líka vendingar sem tengjast Vesturbakkanum fyrir helgi. Þá samþykkti Netanyahu nýjar landtökubyggðir og þær gætu haft svona sérstaklega afdrifaríkar afleiðingar. אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. Skilaboðin voru einföld þegar Netanyahu undirritaði rammasamkomulag nýja 70.000 íbúa landtökubyggð á Vesturbakkanum sem hefur verið lengi á teikniborðinu. Þetta markar ákveðin tímamót. Nú búa yfir 700.000 Ísraelsmenn í landtökubyggðum á Vesturbakkanum og Austur-Jerúsalem, merktar með bláu. Appelsínuguli liturinn táknar svæði undir fullum yfirráðum Palestínumanna. Umrætt landtökusvæði fyrir austan Jerúsalem, kallast E1 og hugsað sem stækkun borgarinnar Ma'ale Adumim. Með þessu Jerúsalem ekki aðeins einangruð frá Palestínumönnum, heldur Vesturbakkin í raun klofin í tvennt sem myndi gera stofnun sjálfstæðs ríkis Palestínu nánast ómögulega. Það yfirlýstur tilgangur Ísraelsmanna með þessum aðgerðum. Tugir manna voru handteknir fyrir helgi í borginni Tulkarem á Vesturbakkanum norðan við Jerúsalem. Þeim var sleppt eftir stutta stund. ما بعرف هل هي عملية يعني يورجوا الناس انهم هل هي استعراض عضلات هل هي تدريب هل هي شيء بعرف ما بعرف لانه ولا حققوا يعني احنا ما حققوا مع حدا. Skömmu áður hafði brynvarinn bíll með ísraelska hermenn innanborðs verið sprengdur. Ísraelskt landtökufólk mætti einnig til Hebron með vernd Ísraels hers og var elsti hluti borgarinnar lokaður Palestínumönnum. Það var ráðist inn á heimili leikstjóra myndarinnar No Other Land sem fjallar landtökubyggðirnar á Vesturbakkanum og hlaut Óskarsverðlaun fyrir á árinu. Aðeins kona hans og 9 mánaða dóttir voru heima. They were searching in the house. They took the phone of my wife. They called me from the phone. Israel, I think, is trying to attack and to shut down any Palestinian influencer or journalist, anybody speaks up against the occupation. Aftur hingað heim. Breyta þarf lögum til að koma böndum á stafrænt ofbeldi, segir talskona Stígamóta. Á netinu hafi ofbeldismenn greiðari aðgang að þolendum sínum sem þurfi oft að lifa með skaðanum ókomna tíð. Og síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult. Þú ert alltaf með símann á þér þannig að ofbeldi getur verið sífellt og stöðugt. Stafrænt ofbeldi var megin umfjöllunarefni ráðstefnu í Hofi á Akureyri í dag þar sem Jafnréttisstofa hélt upp á 25 ára starfsamali. Þessi tegund ofbeldis virðist verða sífellt fyrirferðameiri og í dag ítrekuðu fyrirlesarar mikilvægi þess að það væri litið jafn alvarlegum augum og annað ofbeldi. Í netheimum grasserar kynbundið ofbeldi og talskona Stígamóta segir það oft nátengt öðrum tegundum ofbeldis. Þetta sama eins og gerist í öðrum samböndum, ofbeldissamböndum. Það kannski ausiðu lofi, þú ert svo falleg, yndislega dásaleg. Hérna ég var að skiptast á myndum og svo ferðu út í ég með myndir að þér, þú ert að senda fleiri myndir eða bara andlegt ofbeldi eins og við sjáum. Af hverju ert ekki online? Þú átt alltaf að vera ínáanleg, þú átt að gera eins og ég segi þér. Lög stafrænt kynferðisofbeldi voru sett í febrúar 2021. Að meðaltali hefur verið tilkynnt 60 til 80 brot á ári. Það sem af þessu ári eru brotin orðin 46. Þetta gefur þó aðeins takmarkaða mynd af stöðu mála, því þegar börn eiga í hlut eru málin frekar skráð sem varsla á barnaníðsefni. Fjöldi slíkra brota hefur sveiflast milli ára, voru 31 í fyrra og 24 á fyrstu 8 mánuðum þessa árs.
Heildarmálafjöldinn gæti því aukist á milli ára. Ungur aðgerðarsinni sem tók þátt í pallborðsumræðum í dag segir stafrænt ofbeldi því miður vera nokkuð sem flestir jafnaldrar hennar hafi komist í kynni við. Þú veist að þetta sé bara partur að vera á samfélagsmiðlum, að svona þetta bara og svona normið nú til dags og þetta rosalega normalæserað. Gervigreindin flækir síðan málin enn frekar því gerendur nýta hana til að búa til dæmis til falsaðar nektarmyndir. Það eins og annað stafrænt ofbeldi skilur eftir spor í netheimum sem erfitt og stundum ómögulegt að afturkalla. Því þú veist það mjög erfitt að stöða svona þegar hvers konar myndbönd eða myndir fara í dreifingu því miður. Drífa segist telja marga brotaþola stafræns ofbeldis ekki endilega átta sig á ofbeldinu. Fólk kunni síður að setja mörk í stafrænum heimi en þar sé fræðsla sterkasta vopnið. Með fræðslu og umræðu hafi margt áunnist en margt mætti líka gera betur. Hún segir dóm Hæstaréttar síðan í fyrra sýna skýrt að stjórnvöldum hafi ekki tekist að uppfæra íslensk lög í takt við alvarleg brot sem eigi sér stað í hinum stafræna heimi. Þar sem börn voru látin gera hluti við sjálfa sig og senda myndir af því og Hæstiréttur hann langaði greinilega að dæma nauðgun en það var ekki hægt samkvæmt okkar lög. Það er ekki búið að uppfæra þessi lög ennþá. Þannig að löggjafinn þarf svolítið að gera sig í brók og uppfæra sig með við það ofbeldi og þær birtingarmyndir sem eiga sér stað í dag. Og þá niður Alþingi. Efnahagsmálin voru fyrsta málið á dagskrá í fyrsta óundirbúna fyrirspurnatíma vetrarins. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gagnrýndi skort á aðhaldi og auknar álögur á fólk og fyrirtæki í fjárlagafrumvarpinu og sagði að það væri síst til þess fallið að styðja við lækkun verðbólgu og vaxta. Lagði hún meðal annars til að fallið yrði frá fyrirhugaðri 3,7% hækkun krónutölugjalda áramót. Forsætisráðherra tók dræmt í þá hugmynd og sagði slíka raunskattalækkun ekki á dagskrá. Við væri að skila því sem næst hallalausum fjárlögum á næsta ári. Hún bætti þó við að hún væri opin fyrir öllum tillögum þingsins í þá átt að loka 15 milljarða gati í fjárlögunum. Hér mikið búið að tala tiltekt á stjórnarheimilinu, ekki nú hægt að kalla þetta mikla tiltekt. Þetta svona eins og að taka einn sokk upp á gólfinu í herbyggi hjá Hauki syni mínum. Þegar ríkið eykur útgjöld án raunverulegra hagræðingar reikningurinn sendur beint á heimili og fyrirtæki. Það eru 107 milljarðar í hagræðingu á tímabilinu, við erum byrjuð að vinna samkvæmt í plani, við erum byrjuð að sækja sanngjörn auðlindagjöld, við erum byrjuð að taka ákvarðanir sem síðasta ríkisstjórn gat ekki tekið í 7 ár. Þannig að ég held að það liggi alveg fyrir að það verið að taka ýmsar ákvarðanir hér þessa dagana. Vísbendingar eru að farsímasamband hafi versnað á sumum stöðum eftir að fjarskiptafélögin hófu að slökkva á gömlu 2G og 3G farsímakerfunum. Eldri hjón sem mistu sambandi í sumarbústaðnum segjast óörugg án símans. Gunnar og Stefanía búa á Hornafirði og eru á leiðin í bústað. Leiðin liggur inn í Lón og alla leiðin í Stafafellsfjöll. Þar hafa þau byggt upp sælureit í sumarhúsakverfi en farsímasambandið hefur snarversnað með lokun eldri símkerfa. Ef þú setur síman hérna á þessa átt og stendur hérna, þá næst stundum samband, já. Þau merkja algjöra afturför. Einu sinni var koparsíminn traustur og virkaði alltaf, en því kerfi var lokað og í staðinn treyst á farsíma. Nú ná þeir ekki sambandi eftir lokun eldri kerfana og alls ekki innandyra. Gjörsamlega dauður. Þegar við erum hérna dögur saman, þá finnst mér það óþægilegt. Full maðurinn verða nýræður og get ekki hringt á hvað til þess að kalla eftir aðstoð ef eitthvað gerðist. Mér finnst það bara ekki boðlegt. Ég er mjög ósátt með sérstaklega því sem maður eldist nú og mann langar að vera hérna, það er bara ekkert hægt að gista hérna og það hafi ekki síma. Sveitarfélög hafa fengið talsvert af kvörtunum og í Hornafirði skoðar sveitarfélagið hvernig bæta megi samband í Stafafellsfjöllum og víðar í dreifbýli. Fréttastofa hefur heyrt í fólki víða land sem tekur eftir versnandi farsímasambandi bæði í sveitum og til sjós. Fyrirtæki allan heim eru að afleggja 2G og 3G kerfin því þau eru eldri og hægvirkari. Þegar kerfin detta endanlega út áramót þurfa tæki að styðja 4G eða 5G. En nýtt símtæki virkar ekki ef dauðum punktum fjölgar. Skagfirðingar hafa lýst yfir áhyggjum af því hvað gerist þegar slökkt verður á gömlu sendunum núna áramótin.
En þeir segja að gjarnan þegar ferðast hér í sveitinni sýni síminn 3G merki og þeir velta fyrir sér hvort að sambandið muni hreinlega takmarkast við breytinguna. Sko, við höfum verið að reyna að henda reiður á það hvað raunverulega gerist og settum okkur í samband við símafyrirtækin, þessi 3 stærstu allavega, og það er svona ekki hægt að segja að þau taki beint undir áhyggjur okkar. Landbúnaðar- og innviðaráð Skagafjarðar lýsti í byrjun sumars yfir áhyggjum af lokun gömlu sendanna. Þá kallaði ráðið einnig eftir frekari upplýsingum. Já, það sem að símafyrirtæki senda okkur framtíðaráætlanir, það miðast við svona 1 til 2 ár frá sem við tækið þann tíma til þess að bæta kerfið. En það eru náttúrulega bara 3 mánuðir góður í það að 3G kerfið lokar, þannig að það kemur gat. Hann segir mikilvægt að tryggja að símasamband skerðist ekki við breytingarnar. Símasamband skiptir náttúrulega bara orðið öllu fyrir öryggi íbúanna og fólk sem er á ferðalögum. Og svo þar að auki eru náttúrulega alls konar atvinnutæki sem eru háð þessum kerfum. Þú getur farið bara í fjós hjá bændum og bændur eru háður því að fá skilaboð frá róbótanum í gegnum GSM-kerfin. Þorleifur Jónasson, sviðsstjóri innviðasviðs hjá Fjarskiptastofu, velkomin. Hvað getur fólk til dæmis í þessari stöðu gert til þess að ná sambandi? Já, í fyrsta lagi þá þarf náttúrulega fólk að vera tryggt með það að hafi skipt út eldri búnaði og sé með búnað sem styður við 4G og 5G. Í öðru lagi er mikilvægt að athuga það að þessi stilling í tækinu sem hefur sett svo kallað volti á sem að tryggir þá að símtal berist eðlilega leið. Nú síðan að við hugsum innanhússambandið, þá mikilvægt að hafa stillingu virka sem er á voice og Wi-Fi. Þannig að símtölin fara þá yfir Wi-Fi-kerfi sem yfir orðið mjög gott hjá fólki. Og með þetta getur fólk leitað til fjarskiptafélagana til þess að fá leiðbeiningar það hvernig þessar stillingar séu virkjaðar. En í Skagafirði til dæmis, það fólk mikið á 3G. Gætu Skagfirðingar orðið sambandslausir? Við teljum nú ekki. Við höfum gert mælingar, þannig að við vitum nokkuð vel hvernig staðan er. En við teljum okkur vera að sjá svona truflanir sem eru í þessu ferli, sem að gera það verkum að símar geta hangið inni á 3G þráttur að það sé gott 4G eða 5G-merki. En hver ber síðan endanlega ábyrgð? Er það ríkið eða er það fjarskiptafélögin sem að tryggja að fólk alls staðar á landinu nái góðu sambandi? Já, það þannig að Fjarskiptastofa setti inn í tíðniheimildir fjarskiptafélagana skilmála það að þegar skipt væri yfir í nýja tækni þá væri sambandið sambærilegt við eldra kerfi og það nokkuð sem við munum fylgja eftir og erum meðal annars að gera með mælingum. Við erum á ferð landi núna að mæla til að sjá stöðuna. Já, þannig að það í raun og veru ykkar að tryggja þetta. Okkar ábyrgð að sjá til þess að þjónustan verði ekki verri heldur en hún var. Hún getur hins vegar á einhverjum stöðum orðið verri, á öðru stöðum betri. Þorleifur Jónasson, þakka þér kærlega fyrir að koma og ræða við okkur. Við ætlum að fara í annað. 20 ára bið íbúa í Langanesbyggð eftir nýjum vegi yfir Brekknaheiði loks á enda. Sveitarstjórinn vonar að ferðamönnum fjölgi þegar ekki þarf lengur að aka vondan malarveg. Yfir Brekknaheiði liggur leiðin frá Þórshöfn að Finnafirði við Bakkaflóa. Framkvæmdir við nýjan veg hófust í vor. Hann tæpir 8 kílómetrar og áætlaður kostnaður 900 milljónir króna. Og náttúrulega síðasti malarvegurinn á norðustu vegi. Nýji vegurinn tekur við að bundnu slitlagi þar sem heitir Vatnadalur á Brekknaheiði og liggur þaðan á Þórshöfn. Að mestu alveg nýja leið, því uppbyggingin tímafrek og framkvæmdatíminn 3 ár. En hann klárast ekki fyrir í ágúst-september 27. Þegar Langanesbyggð var til við sameiningu sveitarfélaga árið 2006 var nýr vegur milli Bakkafjarðar og Þórshafnar talinn af forsendum sameiningar. Og núna, nærri 20 árum síðar, þetta verða veruleika. Hversu stórt mál þetta fyrir ykkur að fá nýja veg? Í fyrsta lagi þá þetta innansveita vegur. Þetta vegur á milli tveggja byggðakjarna í Langanesbyggð.
Þá vonast hann ekki síst til þess að vegurinn komi sér vel fyrir ferðaþjónustuna. Ferðamenn hafi alltaf því forðast að keyra vonda vegi á þessari leið í áranna rás. Þannig að nú vonustu til þess að ferðamenn taki þennan krók, veg 85, yfir Vopnafjarðarheiði og endi þá fyrir sunnan Húsavík. Oddur Sigurðsson, jarð- og jöklafræðingur, hlaut í dag náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin var veitt á umhverfisþingi sem nú stendur yfir í Hörpu. Oddur hefur helgað líf sitt rannsóknum á íslenskum jöklum og breytingum á þeim vegna hlýnandi loftslags. Þetta í 16. sinn sem viðurkenningin veitt, en hún kennd við Sigríði Tómasdóttur í Brattholti sem barðist fyrir verndun Gullfoss í byrjun síðustu aldar. Það sem hefur áhrif á jöklana sumarhitinn og hann hefur verið ótæpilegur undanfarna áratugi og undanfarna öld í stórum dráttum og hann hefur miklu meiri áhrif heldur en úrkoman, vetrarúrkoman sem hinn aðalþátturinn vegna þess að sveiflurnar í hitanum eru miklu meiri heldur en sveiflurnar í úrkomunni. Þannig að þetta stefnir allt í eina átt. Hvernig finnst þér Ísland hafa tekist til í náttúruverndarmálum sem yfir höfuð? Mér finnst að við megum gera miklu betur. Það svo margt sem að sækir á umhverfið og náttúruna og svo margur óþarfinn sem að við erum að berjast við að við ættum að geta gert betur. Hinn 15 ára Owen Cooper varð í nótt yngsti karlleikarinn til að fá verðlaun á Emmy sjónvarpsverðlaunahátíðinni í Bandaríkjunum. Þátturinn Adolescence sem hann lék í sópaði til sín verðlaunum. Nokkrir notuðu tækifærið til að koma pólitískum skoðunum sínum að. Að vanda var mikið dýrðir á hátíðinni. Þáttaröðin Adolescence eða Ungdómur var einn af sigurvegurunum með 6 verðlaun. Meðal annars varð Owen Cooper sá yngsti til að vinna til verðlaunana, 15 ára gamall. Dad, I haven't done anything! I was nothing about 3 years ago. I'm here now, so I think if you're listening, you're focusing, you just step out your comfort zone a little bit. Who cares if you get embarrassed, you know? Anything can be impossible. Af öðrum þáttaröðum má nefna gamanþættina The Studio sem fékk Fernverðlaun. Fine is not good enough. This is racist. You want to bring down the studio? Why didn't you shut this party down? Og læknadramað The Pit sem fékk þrenn. Tier 1 trauma now. More morphine. I'm going to stop the bleeding. Stephen Colbert hlaut verðlaun fyrir þáttinn The Late Show. Þátturinn var skyndilega tekinn af dagskrá CBS af fjárhagsástæðum sem vakti deilur. Colbert sló að létta strengi áður en hann kynnti önnur verðlaun á hátíðinni. While I have your attention, is anyone hiring? Because I got 200 very well-qualified candidates with me here tonight who will be available in June. Sumir notuðu tækifærið til pólitískrar ádeilu. Skýrasta dæmið var leikkonan Hannah Einbinder þegar hún tók við verðlaunum fyrir leik sinn í Hacks. I just want to say finally go Birds and free Palestine. Thank you. Nú silfrið á dagskrá klukkan korter yfir 8 í kvöld. Bergsteinn Sigurðsson, hverju ætlar að fá tíðina þessu sinni? Já, við ætlum að tala menningarstríðið svonefnda sem hefur blossað rækilega upp í kjölfar morðsins á bandaríska áhrifavaldinum Charlie Kirk fyrir helgi, auk þess sem fjölmenn mótmæli voru gegn flóttafólki í Bretlandi helgina. Við ætlum að reyna að henda reiður á þessu ástandi sem teygir anga sína alla leið til Íslands með þeim Ingvari Smára Birgissyni, Maríu Rut Kristinsdóttur, Kolbeini Stefánsinni og Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur núna strax eftir Kastljós. Takk fyrir það, Bergsteinn, minnst mikið á silfrinu hér á eftir. En þar á undan Kastljósið og í Kastljósi kvöldsins verður meðal annars fjallað dularfullt andlát hálf íslensku drottningarinnar Heklínu sem fannst látin við grunnsamlegar aðstæður fyrir rúmum 2 árum. Þetta og fleira í Kastljósinu á eftir. En við skulum renna yfir veðrið. Norðaustan 8 til 15 á morgun, hvassast norðvestandil, víða dálitlar skúrir en lengst af þurrt landið suðvestanvert. Kólnar fyrir norðan en annars svipaður hiti. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Keppni í bestu deild karla í fótbolta fyrir tvískiptingu lýkur í kvöld. IA og Afturelding mættust í botnslag í dag. Svíinn Armand Duplantis stóð undir nafni í stangarstökkskeppni á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Tókíó í dag. Og Þjóðverjar fögnuðu Evrópumeistaratitilinn í körfubolta í gærkvöld. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma.
Almannaöryggi ógnað með starfsemi klúbba á borð við vítisengla, segir yfirlögregluþjónn. Starfsemi þeirra hafi færst í aukana. Ný fyrirhuguð landtökubyggð Ísraelsmanna á Vesturbakkanum gæti gert sjálfstæði Palestínu ómögulegt. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna gagnrýndi stuðning annarra ríkja við sjálfstæði landsins í heimsókn til Ísraels í dag. Hátt í 50 mál sem tengjast stafrænu ofbeldi hafi verið tilkynnt til lögreglu það sem af ári. Talskona Stígamóta segir þörf á lagabreitingu til að vernda þolendur. Símafyrirtækin eru byrjuð að loka eldri farsímakerfum og fullorðin hjón í Hornafirði segjast orðin sambandslaus í bústaðnum. Skagfirðingar óttast að samband versni þegar 3G hverfur fyrir áramót. Og aðaleikari sjónvarpsþáttaraðarinnar Adolescence varð í gærkvöld yngsti karlleikarinn til að fá Emmy-verðlaun. Pólitísk skilaboð voru send á hátíðinni. Þessum fréttatíma er að ljúka. Fréttatengt umfjöllun í sjónvarpi heldur áfram í Kastljós og Silfrinu í kvöld, en auðvitað líka á vefnum og í útvarpi sömuleiðis. Takk fyrir að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Bergsteinn Sigurðsson fær til sín gesti og greinir með þeim atburði liðinnar viku og pólitískt landslag. Nýtt líf. Push. Þýsk leikinn þáttaröð líf og störf 3 ljósmæðra sem takast á við eitthvað óvænt á hverjum degi. Kýr. Ká. Bresk heimildamynd frá 2021 þar sem fylgst með daglegu lífi mjólkurkýr á mjólkurbúi. Myndin var tilnefnd til BAFTA-verðlauna sem besta heimildamyndin. Vikan með Gísla Marteini snýr aftur með látum gjörbreytt, stærri og lengri en nokkru sinni fyrr. Ha, stærri og lengri? Nei, það verður bara mjög svipað og venjulega. Heimsfrægir